Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, í dag alþjóðlegur dagur ME og að því tilefni hef ég fengið til mín góða gesti. Það nú formaður ME félags Íslands, Helga Edvardsdóttir, og Stefánía Veiga Sigurjónsdóttir, flugfreyja og aðstandandi. Velkomnar. Takk fyrir að koma og til hamingju með daginn, segir við nú bara. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Eigum við kannski að byrja á því að aðeins að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum hvað ME vegna þess að margir held ég ruglast á svona skammstöfunum og hugsa kannski MS og bara þurfa, þeir sem hafa séð myndina Örmögnun út á jaðri, það var heimildamynd sem var sýnd í Ríkissjónvarpinu fyrir nokkrum árum, þeir muna nú eftir þessari skammstöfun og þið hafi nú verið duglega að kynna ykkur og í dag opnaði ný glæsileg heimasíða. En getum við aðeins bara svona sagt fyrir hvaða stendur. Svo langaði mig að lesa hérna eitt texta af heimasíðunni mitt. Já, þannig að sko ME hann bara erfiður krónískur taugasjúkdómur. Já. Og svona kannski eitt af aðaleinkennum hans eru svokallað PM-köst sem skammstöfun. Það stendur fyrir Post-Exertional Malaise sem þýðir að þú þreytist ekki að meðan heldur eftir á. Og PM-köst koma fram svona alltaf 3-4 dögum eftir að þú hefur reynt á þig og áreyslan, það skiptir raun ekki máli hvort það líkamlegt, andlegt eða félagslegt, áreiti hljóð og svona, þetta getur allt haft áhrif. Þannig það oft svolítið erfitt fyrir ME-sjúklinga að stilla orkuna, þú veist, hvað má ég eyða miklu í dag, að því maður veit kannski ekki alveg hvernig verður eftir 3 daga, það hefur áhrif þá. Bókhaldið er svolítið flókið, orkubókhaldið, og þú komst til minni í spjallina í fyrra og einmitt vorum að ræða þetta hvað oft hvað mikilvægt að greina þennan sjúkdóm vegna þess að oft náttúrulega fá þeir sem að glíma við svipuð einkenni þau ráð að hreyfa sig nú og einhvern veginn að hreyfa sig í gegnum, ná sér í gegnum ástandið með hreyfingu, en það getur í þessu tilviki haft bara mjög slæm áhrif. Þveröfuð áhrif í rauninni, þannig að við erum ekki síst, eins og núna í kringum alþjóðlega ME-daginn, þá erum við ekki síst að vekja vitund kannski til þeirra sem eru veikir og vita ekki einsinni. Sem og bara, og kannski sérstaklega Íslendingar, við erum mjög gjörn á það að bara berjast áfram á hnefanum alveg sem að hvernig manni líður. Þannig það bara verið svolítið einkennandi að fólk bara gerir allt og mikið og því versna bara. Þannig að besta notið að fyrr. Þannig að og það Akureyrar klínikin svona ný klínik sem að sinnir þeim sem eru greindir eða eru með ME og sinnir greiningum og þessum sem eru með long COVID, kallast ekki langvarandi? Langvarandi COVID, jú. Þeir sinna báðum einmitt og eru kannski, þeir eru aðlig greiningum og eftirfylgni, hugmyndin að heimilislæknar fái síðan bara eftir að hafa gefið tilvísun, fái síðan leiðbeiningar hvernig meðferð skildi kallast, hvernig henni á að vera háttað og líka mitt bara með virkniaðlögun og allt slíkt Þannig, en ég veit að þau eru nú samt að fylgja eftir svona kannski erfiðustu tilfellunum sem að bara þurfa virkilega á því að halda. En það langur biðlisti, ég ætti að segja mér. Það bara svona þannig að þessi klínik hún ný en það vantar kannski fjármagn inn í það til þess að, eða hvað vantar sérfræðiþekkingu eða? Nei, já, það vantar aðalega fjármagn. Hún opnaði í ágúst í fyrra og ef ég man rétt þá erum við búin að greina yfir 400 tilfelli og já, einmitt og ég myndi segja minnstakosti þessar 150 manns á bið en
hvað var spurningin? Heila þokan aftur, eins og séð. Hvort það væri ekki langur biðlisti. Já, og þau væri, og sérfræðiþekking. Nei, ég myndi nú segja, ég var svo heppin að fara og hitta þau á Akureyrar-klínikinni fyrir nokkrum vikum. Við fórum nokkur úr stjórninni og ásamt erlendum gestum sem þeirra Ólaf Sákstad, hann hélt meðal hans fyrirlestur ME í Díkots, þannig að maður ekki byrjum mánaðarins og við fórum sérst til þeirra og fengum að sitja með öllum læknum, starfsfólki, hjúkrunarfræðingum, félagsfræðingum og þau voru alltaf að kynna fyrir okkur hvert þeirra hlutverk væri á Akureyrar-klínikinni. Og ég sá það nú mjög fljótt að þau mörg eru bara í 5 eða mestalega kannski 20% starfi og það sem langar að gera, það svona fyrir 120% starf, þannig að það væri raunverulega bara hægt að bæta það með fjármagni þá, fyrsta viljin og sérfræði þekkingin er til staðar. Já, ég held að það stendur ekki á þeim bara, að þau vilja vinna meira fyrir ME þannig að. Og þetta þótt að sé kannski ekki beinleinis neinn þekkt kannski lækning að þá teljið þið vera mikilvægt að fólk fái greininguna og þess vegna langar við líka ræða við þig sem aðstatandi þið voru að benda mér á svolítið fallegan texta inn á heimasíðunni, hann örstuttur ef ég lesa hann Gleymjireyjar eru táknrænar fyrir ástvini sem fólk saknar og því hafa þær orðið alþjóðleg einkennisblóm ME-sjúkdómsins. Það standa fyrir hverja þá mannveru sem vinir og vandamenn sakna. Það fólk sem atvinnulífið fer á misvið og þá sem sakna eigin sjálfs og sjálfsmyndar sem veikindin hafa svipt af sjónarsviðinu. Gleymjireyjar minna okkur jafnframt á að ME-sjúkir og aðstandendur þeirra njóta alls ekki þeirrar heilbrigðisþjónustu og stuðning sem brýn þörf á. Kraftmiklar táknmyndir á borðu Gleymjireyjar tala til okkar og margar hverja þrífast í óblíðu umhverfi. Er þetta þín reynsla sem aðstandandi að það sé einhvern veginn vöntun á skilningi á þessum sjúkdómi? Já, algjörlega. Alltaf bara hvað tekur langan tíma að fá þessa greiningu. Alltaf segir að það er svolítið lítil meðvitund í samfélaginu þetta og maður er bara svolítið týnd fjölskyldan í þessi ár. En þessi söknur í þessum litla texta sem ég veit ekki hver skrifaði þennan texta eiginlega. Hún er í stjórninni og heitir Freyja Imsland. Já, Freyja Imsland og hún talar þennan söknuð aðstandendur eiginlega sakni þá ástvinar sinna. Fannst þér þessi söknuður vera meira áberandi raunverulega áður en mamma þín var greind eða Nei, kannski eftir? Ég myndi fyrir ekki að segja eftir svona þegar maður fær þessa staðfestingu að þetta sé kannski þetta mun ekki bara allt í einu breytast aftur tilbaka. Maður áttar sér svona aðeins á því. Því að mamma í dag er klárlega ekki sama mamma hún var áður, þegar hún var á fullu á vinnumarkaði og það var bara, lífið var svolítið öðruvísi. Þetta hefur klárlega breytt miklu. Og þitt líf var bara þannig að þú eiginlega, það breyttist ansi bara hratt eða hvað, að þú mistir einhvern veginn kraftir bara? Já, eða kannski ekki hratt myndi ég segja, en bara jafnt og þétt alveg. Ég greinist 4 árum eftir að ég veikist, greinist 2019 og ég held að maður kannski tók ekki beint eftir á þegar manni fer svona hægt versnandi þá aðlagast maður einhvern veginn og það verður allt einu bara eðlilegt að ég sem drekki kaffi að ég drekki 2-falda espresso til að geta keyrt heim úr vinnunni til dæmis. Þetta var alveg orðið svolítið bara klikkað en já. En er ekki erfitt að greina á milli vegna þess að þessi einkenni svona orkuleysi, þreyta og útskýrðir verkir viðkvæmni fyrir umhverfisáritum, er þetta ekki eitthvað sem getur raunverulega átt við ýmislegt annað kannski eða allavega margt af því? Jú, þetta á alveg við helling en fullt af öðrum veikindum en munurinn er
sá, það þessi PM-köst. Þannig að, og það líka bara að það versni allt við hreyfingu. Sem að því, ég ætla nú ekki að alhæfa neitt, en í flestum veikindum svona þá eins og vefjagigt og burnout og það allt sko að þá mælt með hreyfingu og mælt með því að maður sé að gera eitthvað en það á bara ekki við, það ekki hægt. Þú veist, það mjög gott að sitja henni á þér í þögn í stúdíónu, ekkert mál, en leið og maður komin í einhvern eis og þís og þá bara hrapa maður mjög hratt og bara allt í einu á það maður bara fá að hvíla sig sko. En svo getur hann að vera líka álag að sitja í viðtali í stúdíu þannig að það annars konar álag má segja, kannski sem að fyrir inn í þetta bókhald líka. Já, klárlega, ég fæ svona ég fann að þekkja mig nokkuð vel að ég mynd trúlega að finna fyrir þessu svona fyrir hátíða 50 daginn. Já, en í millitíðinni sko, af því að það líður kannski þessi tími og mismunandi hjá fólki hvaða tími líður og svoleiðis, það ekki dálítið flókið mitt að henda reiður á þessu orsakasamhengi, þú veist, það ekki fólk lengi vel að halda þessi eitthvað annað ef þú gerir eitthvað í dag og svo finnur þú fyrir áhrifunum eftir 3 daga, lítur þá fólk ekki með öxl og horfir til sko klukkustundarinnar á undan að það hafi borðað eitthvað eða dagsins áður eða eitthvað svo leiðis og að lengi að leita þá að orsaka samhengi eða eitthvað. Ég bara nákvæmlega svo að segja það maður bara tengir ekki við þetta á meðan þú ert ekki komið greiningu og þekkir þetta ekki, sjúkdóminn þú bara tengir engan veginn við það að í dag liði mér illa því ég fór í afmæli á laugardag eða föstudag eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að já, ég veit ekki hvað að segja meira en það, þetta náttúrulega bara mjög erfitt að reyna að skipuleggja sig. En hvað var það svona til þess að þú sko hvert þurftur að vera komin í líðan eða ástandi svona til þess að þú virkilega hugsaði með þér og yrðir að fá einhverja greiningu. Varstu lengi vel að hugsa að það væri bara eitthvað að þér eða þú þyrftir bara einhvern veginn að skipuleggja þig betur eða gera eitthvað að borða betur, hreyfa þig meira. Það er margir sem hugsa það að þeir þurfa að hreyfa sig meira. Manstu eftir þessu tímabili svona sem aðstandandi? Já, algjörlega. Mamma alltaf bjóð hana úti í Luxemborg og við fjölskyldan heim á Íslandi. Þannig að það var svona svolítið, maður var ekki kannski alltaf en ég man alveg eftir klárlega þegar að fór að koma svona hvati til að finna greiningu sko, mamma var með alveg góðan vinnuveitanda úti og þetta gerðist svo hægt og rólega því að hún fekk var farin að eiga smá erfitt og þá var komin þessi valmöguleiki, þú veist, að vinna kannski heima, þú veist, að fór svona fækka dögum þar sem hún vann bara hægt og rólega. Þannig að maður tók einhvern veginn ekki alveg jafnvel eftir eins og hún var að tala sko, hvað þetta gerðist, hvernig þetta gerðist. En hvatinn til þess að finna greiningu var náttúrulega sá að þá væri að það kemur greining, þá kemur möguleiki lækningu. Það náttúrulega svolítið svona, mamma rosa svona verkefna með og það bara ok, við verðum núna bara að finna lækni sem að geta greint þetta, þannig að setja að laga þetta. En því að margir náttúrulega hljóta að vera settir kannski bara þunglyndislyf eða kvíðalyf eða eitthvað svoleiðis lítur að vera og þá en þau náttúrulega bæta ekki mikið því að þau geta ekki farið inn í þetta orsakasamhengi. Sko, ég var akkurat sett á það á þunglyndislyf og kvíðalyf en ég held svo sem þegar maður er komin orðin svona veikur að þá held ég að sé bara gott að fá eitthvað aðstoð með þetta svo maður falli allavega, þetta er kannski meira fyrirbyggjandi. Þannig að út af fyrir sig allt í lagi að fá kvíða, ertu að meina það einhverja hjálp, andlega hjálp? Já, af því það hefur svolítið verið svona meðal MS-sjúklinga og það er alltaf verið í dag en það hefur alltaf verið þannig að vera algjört tabú að tala þunglyndi, þú veist, að því það er búið að setja svo marga í þessa skúffu sko og svo náttúrulega kemur í ljós að það var bara ekki þannig en meðferðin þá eftir því og gerði kannski ýmislegt erfiðara en ég gleym alltaf spurningunni. Ég er bara veltaði fyrir mér einmitt sko hvort að sé ekki þannig ofta að menn fáið það sé eina lausnin en eins og þú segir að fá kannski andlega hjálp sko en eins og þú segir þá náttúrulega ekki eitt sem útilokar annað þannig að það er kannski ágætt að fá andlega hjálp en það breytir því ekki að hitt þá ef að hitt ógreint að þá heldur hitt sko
áfram, það ekki? Þetta raunverulega oft áhrif vírussýkinga, það ekki mestuleyti svoleiðis eða hvað? Jú, að meiri hluti. En það er auðvitað bara fólk lendir í bara miklu áfalli andlegu eða líkamlegu, barnsburður og eða missa maka eða eitthvað slíkt, sko, að þá getur bara, það eins og líkaminn fái bara svo mikið sjokk að það fer bara allt, kerfið virkar ekki lengur þess að virka. En mjög oft eru þetta vírussýkingar og eins og þetta er svona mjög svipaður hópur sem að kljást við langvarandi afleiðingar COVID eða hvað, að þeir fá líka þessar, er það líka þetta afleiðingarnar koma nokkur síðar eða hvað? Já, sko þetta er mjög líkt. Það ekki 100% en mjög líkt samt. Og það, þú veist, ég hef heyrt talað að sjá alltaf kannski svona helminga þeirra sem eru með long COVID greinist síðar með ME. Þannig að, en ég myndi allavega telja svona með svona það sem eins og bara hlustaði Akureyrarklínikina, þá virðast þau eða sem gefa sér vonum að fólk geti jafnað sér síðar, eða þú veist með ME, eða þú veist ekki búin að jafna eftir, eða þú veist þú ert ennþá með einkenni eftir 6 mánuði, þá ertu með ME, en í þessu long COVID þá virðist vera að sé bara vonlega bundna við að þau geti jafnað sér 2-3 árum jafnvel seinna, sko. Já, þannig að long COVID, það er svona smá bata von þar, sko. Já, það er alveg von fyrir einhverja, sko, þannig að Þannig að ME þá, ef þú færir þessa greiningu ME, þá ekki von á því að þetta beinlínis að það sé einhver lækning í sjónmáli sko á þessu ástandi. Er ekkert svona verið að gera rannsóknir í heiminum, svona engin von til þess að það verði einhver, þá kom til mín faraldfræðingur var að tala að ætti að fara að finna upp bóluefni gegn Epstein-Barr-veirunni sem orsakar nú stundum þetta. Já, ME. Þá hefði ég kannski slappið, hver veit. Já, því ég fekk enginningarsóttina. Já. En það ekki, þið vitið ekki svona meðul eða líf? Sko, það stundum verið að gefa flógaveikislyf til þess að draga úr sérstaklega verkjum. Þannig að skilst þetta deyfi svolítið töðarnar, hann ná ekki að senda skilabæðin, sumi vilja meina skilabæðin sé einfaldlega röngja ME-sjúklingum. Það sé bara einhver, já, þetta alltaf taugasjúkdómur, En í mörgum sjúkdómum, taugarhörnunarsjúkdómum, þá raunverulega skemmast taugarnar svona, það ekki, ME þannig eða það bara öðruvísi svona? Það öðruvísi. Já. Ég hef allavega ekki talað eitthvað, þú veist, þetta allt rannsakað, en ég myndi segja ef það bæði heyri eins og hjá þeim á Akureyrarklínikinni og ég finna bara sjálfur mér að maður bara vangaður að sé að finna ástæðina og þá lækningu. Þannig að ég held bara fast í það. Ég held að frumurnar, ef þær geta farið aftur skoppa í sitt gamla form, þá þetta bara í góður lagi, sko. Já, og kannski einhvers konar endurhæfing, ekki einmitt bara aðaláherslan á lífi eða þannig heldur á svona bara. Já, og það þyrfti líka að vera, ég meina það bara þessi úrræði sem við höfum í dag eins og í Hveragerði og Reykjavík og að það alltaf mikið áreiti. Þannig að það þyrfti bara að vera sér einhver meðferðarstaður fyrir long COVID og MS-sjúklinga. Í algjöru kyrrð bara. Já, og bara gera allt miklu hægar og minna af öllu, skilur þannig að við pössum kannski ekki alveg inn í svona þessa hópatíma og svoleiðis, sko. En þetta ekki einmitt eins og sem aðstandandi var þá ekki bara eins og allt í einu að mamma þín hefði elst bara allt á mörg ári eða svona, þú veist, þetta hljómar einmitt þetta svona að þurfa að gera hægt og lítið og verða svona viðkvæmur fyrir öllu og það ekki svolítið svona Jú, algjörlega. Mikið bara líka við ekki persónubreitingar svona, já. Jú, líka alveg einhver leiti persónubreitinga því að þetta náttúrulega bara andlega þetta mikið högg, eðlilega þegar að getan og þoli breytist svona mikið þá getur það líka haft áhrif á andlegu hliðina. Þannig að þetta var mikil breyting, sko.
Og kannski aðstæðan að spyrja þig að því, en varst þú alltaf svona skilningsrík eða alltaf kom ekki fyrir aðstandendur og hugsa svona bara að ég getur ekki hrist þetta bara af þér, þetta ekki eitthvað svona bara eins og menn hafi eitthvað val? Já, allt í þetta sé eitthvað svona andlegt meira, sko. Nei, það kom aldrei upp í huga minn, sko. Nei. En kannski einhverja annara í fjölskyldinni sem voru aðeins svona fjær. En við vorum í þessu, ég og systir mín og foreldrar mömmu vorum í þessu svona krísuteymi því að þetta var bara hann í lokin áður en að við rauninni bara flytjum hana heim. Þegar maður var bara úti að því að hún gat ekki verið ein lengur. Í þessum innsta hring þá ekkert annað hægt en að það eitthvað eitthvað mikið. Því að þú mistir hæfileikann til að ganga ekki óstudd svona á einhverju tímapunkti? Jú, og það rauninni ennþá þannig. Þannig að ég síðast kom inn og í hjólastól og ég nota hann alltaf þegar ég fer út, en síðast vissi ég ekki hvernig þetta líti allt út hér innan og núna ég get alveg labba hér rétt inn í stúdíó, þannig að en já, ég aftur bara að gleyma En hver þarf vakningin, ef það alþjóðleg vakningadagur í dag, vakningin þarf að vera bara meðal okkar allra, það ekki svona sem að sérstaklega til dæmis ef þetta eitthvað, ef að leiðin inn í þetta ME sko frá til dæmis sýkingum eins og COVID, þurfa þá menn ekki að vera vakninga svona fylgjast með því dálítið að þeir séu ekki allt í einu komnir í eitthvað skringilegt ástand og kannski átti sig fyrr, þannig að eins og þið segið, það mjög svona, það ekki mjög niðurbrjótandi að vera í þessari óvissu? Jú, og það bara það væri óskastaðan að allir vissi bara, það veit allir hvað MS og það var ekki svoleiðis áður og þetta kannski svona svipað eins og var með MS að það kemur að því að það sé hægt að mæla eða sjá eitthvað, skilur en ég get svo Já, það kemur að því að kannski, greiningar viðmiðin verði skýrari, sko. Það náttúrulega, maður sá þarna myndinni og heyrir reynslusögur eins og eru reynslusögur inn á nýju síðun ykkar mefélag.is, þá þetta fólk líður eins og það sé bara með stöðuga flensu, einhvern veginn eins og það bara fái flensu og svo bara losnaði aldrei við hana. Já, það náttúrulega rétt og fólk bara einokarð oft heimi á sér og sem náttúrulega mjög slæmt og það náttúrulega líka kannski bara ástæðan fyrir því að við erum í þessari vitundavakningu einmitt svo allir viti hvað þetta svo að því fólk sér þetta kannski ekki endilega heldur hjá sjálfu sér, sko, þannig að þínir aðstendendur geta bara að fara að taka eftir ykkur og þá bara gæti þetta kannski verið ME. En svo þarf náttúrulega bara það þarf að bara læknar þurfa líka að fara að taka meira til sín, heimilislæknar sérstaklega, að taka vel á móti fólki og ef ekki bara byrja að trúa þeim, skilur það getur nú alltaf skada svona til að byrja með, sjá hvort þetta get ekki bara allt verið satt á rétt sem þið segja, þeim líði svona svaka leitla. Og gekkst þú gegnum það persónulega að svona fara á milli lækna og einhvern veginn finna að þú hefðir ekki mikið svona trúverðuleika eða þannig? Já, annarkvort svona ýmist að mér var ekki trúað eða að þú veist hvað, veist ekki þessu væli, skilur þetta jafna sig. Ég með eitt hjá mér sem búin að vera svona í 7 ár, þú veist, og fannst það bara allt í lagi. Mér finnst það bara ekkert allt í lagi. Nei. Já, þannig að ekki beinlíni svona skilningur á því að þetta sé lífshamlandi. Nei, sko ég tel mér nú hafa verið mjög heppna í öllu þessu ferli en ég hitti örugglega sko hátt í 30 lækna. Þannig að það líka bara að vinna. En en það þurfti bara raunin að útiloka allt og endanum tók taugasérfræðingur við mér og lagði mig inn í 3 daga. Og þá kom loksins niðurstaðan, sko, að þetta væri, það bara kæmi ekki annað til greina en þetta, sko. Þannig að það náttúrulega já, sko með rannsóknir, ég veit langar rannsóknir á Akureyrarklínikinni og það vantar bara fjármagn aftur, alltaf fjármagni, sko.
og með því og bara það þarf að kynna sjúkdómi betur. Kannski opinbera mætti bara fara líki það að kynna sjúkdómi betur þannig að við fáum bara meiri skilning og bara aðstoð, jáfnvel félagsþjónustun og svoleiðis og fólk að lenda í því að sjúkratryggingar að hafna long COVID og ME sjúklingum bara einföld hjálpatæki, þú veist. Það bara styrtustóli eitthvað. Og það vantar bara fræðslu hana. Þetta bara spurning það, að upplýsa alla betur þetta. En hvað með erlendir gestir sem þið hefur verið að fá í ME-félaginu? Er þetta svona almennt út heim, sem vöntun á einhvern veginn meðvitund alvarleika ME eða það sé raunverulegur sjúkdómur? Já, það eru núna verið að Evrópu samtök ME sem að ME-félag aðilað að fara í herferð núna með 2 myndbönd og það einmitt verið að herja á sem sagt bara þetta sem ég er búin að segja, rannsóknir og fræðslu og allt það og það sem að mér brá svolítið og komið rosalega óvart að það eru nokkur lönd þarna í samtökunum sem þora ekki að koma fram í myndbandinu. Þannig þetta var svona hvert land átt að segja 2-3 setningar og og það voru 3 lönd að minnst okkur held ég sem að sögðu bara nei, við getum þetta ekki af því ef þið þekkja okkur þá verður bara tekin og verður sett loka inn á geðdeild. Og manni bregður svolítið að heyra þetta, þú veist, maður alltaf, þú veist, það er meira og meira og meira og svo... Voru þetta sérfræðingarnir sem þorði ekki að koma fram eða... Nei, sjúklingarnir, já. Af því að þetta ennþá... Af því einu sinni hét þetta líka síþreita og þetta hefur gengið kannski undir nokkrum nöfnum og það var alltaf talað svona þetta, já þetta nú svona ruslflokkur og einmitt svona litið niður til þessar flokks það ekki? Jú, þessar fólk kannski aðgrindi líka ekki af því það annars vegar talað síþreitu og svo talað króniska síþreitu og í rauninni hefði réttnefni verið átt að vera þá og var örugglega notað mikið en að kalla þetta króniska síþreitu. En þeir sem í þeim löndum þar sem ekki skilningur á því þá er það bara greinilega sett saman sem merki milli einhvers konar hysteríu eða bara ímyndunarveiki eða einhvers konar geðrænna truflana eða hvað? Já, mér bara heyrist það. Þau virðast vera bara á núllpunkti með þetta þannig að ég held að það sé bara gott að séu svona Evrópusamtök og við höfum það bara hátt fyrir þau. Ég talaði fyrir 1 land, þannig að þú veist, og reyna bara að það þarf einhvern veginn að vekja þetta fólk og líka bara vekja kannski til umhugsunar að þetta er svo verðmætt, þú veist, að missa allt þetta fólk út af vinnumarkaði, þú veist, þetta, og bara liggja heima meira hluta sólarhringsins og... Má nokkuð nefna hvaða löndin eru, eða? Ég ætla ekki að gera það. Nei, ok. En má ég þá spyrja herjar þetta á börn líka? Hafa börn verið greind? Já, þetta herjar á börn og bara reglulega haft samband við okkur af foreldri til þess að fá upplýsingar. Mér finnst það alltaf svo sorglegt, það er nógu sorglegt þegar ykkur hefur samband, segist það nýgreindur og svo bara það kemur ykkur pappin eða mamman og tala son sinn, þú veist það er bara hræðilegt Já, ég man í myndinni mitt þarna þessari örmökunan út á jaðri þá var móðir sem sagði að margir hefði held ég að sonur hennar væri bara alltaf heima í tölvuleik eða eitthvað svoleiðis, það hefði ekki mætt svona skilningi á... Nei, við erum í svona herferð núna sem að við erum með myllumerkið MER og sjúklingar og aðstandendur eru búin að taka þátt í því og það meðal annars þar ein sem að á framhaldsskólaaldri sem að einmitt heldur á spjaldi og segir ME að ég get ekki stundað framhaldsnám. Þannig að já, þau eru vissulega erfitt með þetta og ég veit eitt barn sem að henni batnareyndar eða hún miklu betri en hún gat ekki gengið í skóla í næstu ár Þannig að það bara ekkert óalgengt, þau ráða bara ekkert við að vera í marga klukktíma í skólanum á þess að þau gætu það ef það væri eitthvað hvíldaraðstaða fyrir þau og sömulegis bara á vinnumarkaði fyrir fullorðna þá ef það væri einhver aðstaða til þess að hvíla sig
bara svolítið beri sveigjanlega vinnutími að þá væri kannski hægt að afreika meira. Þannig að það eru sko, fólki getur náttúrulega batnaði eitthvað þar að segja skánaði eða svo leiðis og ef þau tilenga sér virkniaðlögun. Já, virkniaðlögun. Já. Og svo er það líka eins og segið það þarf að vera úrræði og eru þetta bara svona frekar einföld úrræði? Sko, virkniaðlögun er alls ekki einföld. Nei. Þannig að við letum með þýða bók virkniaðlögun og þetta er ekki bók sem þú lest bara alla í einu þegar þú kannski lest fyrstu 2 kaplana og vinnur svo í því að tilenga ákveðna virkniaðlögun og svo þegar þú telur við vorum að ná tökum á því þá heldur áfram og bætir við og ég meina það frá greiningu komið 6 ár og mér finnst eiginlega fyrst bara núna þessu ári sem ég að ná einhverjum tökum á þessu, er ekki sammála því? Já. Og þetta er þá virkniaðlögun fyrir þann sem er með þetta en aðlögunin þarf að eiga sér stað líka sko innan fjölskyldunar og vinahópsins eða hvað. Þú hjálpað það þér að lesa þessa bók virkniaðlögunina eða sem sagt er til einhvers konar efni fyrir þig sem aðstandanda? Ekki sem ég hef lesið. Ég er bara svo dugleg að tala. Já, það er eiginlega, maður fær þetta bara frá mömmu sko. Svo maður alltaf bara vanur því að ef mamma er búin að vera að gera eitthvað þá veit ég það að hún er ekkert að fara að vera við fyrir en eftir 3 daga í fyrsta lagi. Það er eitthvað svona sem ég held að við fjölskyldan erum búin að læra bara á því hvernig hún talar þetta og En getið þú svona ráðlagt aðstandendum eitthvað svona þinni reynslu? Það er ekki bara hlífa mér eins og þið gerir, ég held að þau syngja allra síðast í mig ef það vantar barnapössun og ég veit í greininni sagði ég að maður gæti vel að halda á þeim þú veist en maður gera það bara samt, sitjandi samt en maður þarf líka stundum að bara stoppa hana af það er líka eitt sem aðstandandi maður þarf stundum bara og lærir inn á það hún alltaf vill gera allt og það, já hún er náttúrulega mjög dugleg í að segja bara nei og kann og læra á sjálfa sig en svo koma freistingar og þá þurfum ég og systur mín svolítið að bara segja nei, núna þarfst þú að róa og bara svona freistingar eins og að bjóða sér fram í formann Já, akkurat gott dæmi En sko ef hún er farin að freistast heldur mikið og takast á ýmislegt sem að kannski þið vitið af gamalli reynslu að muni reynast henni erfitt verði þá ekki líka bara láta hann að fá minnan á þessa bók þar að segja er þetta ekki líka álag fyrir fjölskyldur að þurfa alltaf eins og að ef að manneskjan sjálf er í afneitun eða byrjar að fara að vera í hálfgerðri afneitun sitt ástand að aðstandendur þurfa að vera svona alltaf að minna á eða þannig Já. Ég sagði nú þegar ég var hann fyrir norðan að og einn læknir sagði við mig bara þið megi ekki vera að gera svona mikið eiga sjúklingar ekki verið í stjórn þið eigi ekki að vera að gera svona mikið og yfir höfu bara ekki neitt og svo bara sagði við mig bara svona þú veist persónulega bara þú að vera að hægja á þér og ég sagði við hann bara þetta er bara eins og fíkn maður er búin að vera bara komast varla út úr rúmi eða út og meðal fólks og svo lifir mann alltaf aðeins betur og þá getur maður bara ekki hægt, það er svo erfitt að því maður veit ekki hvenær smellur þetta aftur í gamla fari bara og maður ekki nota tækifæri en ég trúlega að gera þetta að vera sko en þetta gefur mér heilmikið. Jú, líka náttúrulega þú ert að vinna, það er náttúrulega alveg ómögulegt að sé sko að það geti enginn verið í vitundavakningunni þess að allir séu og veikir til þess að veikja málsa og það er aldrei freistandi að fara fram úr sér þar kannski. Já. Og þetta verðum við líka að taka eitthvað þátt í þessu. Ég meina það er allir veikir sem er í stjórnin núna sko en ég meina eins og bara slagorði er ekki frá ÖBI réttindasamtökum hann ekkert okkur án okkar. Já. Þannig að er eitthvað svona sameiginlegt einkenni sem ykkur finnist núna þegar eins og þú ert formaður þessar og margir leita til ykkar að því listin yfir greiningar er langur og kannski læknakerfið ekkert alveg með úrræðin eða svoleiðis þá kannski margir sem leita beint til ykkar Já, þið fannst þið mitt að það kom símtal daginn, mér fannst mjög áhugavert að viðkomandi hafi farið til heimilislæknis og oftar en einu sinni, margsinnis og
og einhvern veginn virðist heimilislæknirinn hafa allt einu, já, hvort hann hafi allt einu séð eitthvað ME eða kveikt á perunni með það, sko, en hann sem sagt bendir viðkomandi á að hafa samvættu ME-félagi til að leiðbeina sér og aðstafa sér. Og þar sýndi sér svo greinilega að þetta, þú veist, sumi vita ekki eins og Akureyrarklínikinni til. Nei. Þú veist, þannig að sumi dettur ekki eins og huga að sé að vísa þessu á einhverja fagmenn. En við auðvitað gerum það þá bara í framhaldi og ég skrifaði reynda bara svona eiginlega gott bréf fyrir hennan heimilislækni svo hann geti sótt fyrir viðkomandi félagsþjónustu og svoleiðis. Þannig að við reynum bara að hjálpa til, fræða hægt og rólega. Hvað finnst ykkur þá svona líðanina? Er einhver svona sameiginleg einkenni þeirra sem að er eins og líka svona andlega einkenni eða ástandi, skilur, að því að það kemur einhver hérna og talar meinmannaleika og skilningsleysi og svoleiðis. Er eitthvað svona sem að finnst ykkur virkilega yfir línuna? Það er vonleysi. Og það er náttúrulega, ef það er ekki verið að gera neitt, þá fyllast við allir að vonleysi, þá er engin von á lækningu. Þannig að ég held að það sjá okkur mörg og auðvitað þessi einangrun og einmannleiki. Það getur verið, það er bara misjafnt, mér líður mér vel, bara svona ein með sjálfur mér, sko. En bara fólk er svo ólíkt, þannig að sumir sem eru vanir því að vera á fullu félagslífi og vera svo allt inni kippt út úr þessu og það getur, þetta er rosalegt áfall að fá hennar sjúkdóm og þessa greiningu. En líka þetta skilningsleysi eins og segir ef það er þannig að þetta er ekki einhvern veginn viðurkennt eins og ef þú nefnir krabbamein eða nefnir MS eða ég veit ekki hvaða sjúkdóma þá kannski þekkir fólk það betur og ber meiri svona, hvað má segja, virðing, það er ekki kannski virðing en svona tekur mark á því en þannig kannski vonleysi kannski stafar líka af því er það ekki að þessu svona vandræðagangi að fólk veit ekki eins og hvort það eigi að nefna það sé með þennan sjúkdóm eða hvað? Ég held að fólk sé nú áhrættalega bara að nefna þetta en ef þú spyrir mig hverja spurningi þá man ég það nú ekki ég veit en eitt enginn er heilaþoka ég datt bara út held ég einu sem síðast ég var hér þetta er nú svolítið skuggulegt núna ég kannski að gera mikið Nei, ég nú kannski heldur ekki eins ég veit það ekki, þetta er bara svona þetta er svolítið svona mann langar svolítið til þess að nota tækifæri hérna og miðla til hlustenda og áhorfenda einhverju svona ég veit það ekki, bara einhverju sem getur kveikt ljós þú veist, kveikt þetta ljós að menn séu með þetta en ekki eitthvað annað sko, þú veist líka í líðaninni bara og en það eru til mjög góð greiningar tól eða þú veist leiðbeiningar og var reyndar einn splunkunýr að koma út á ensku sem að mér finnst mjög freistandi að því að mér finnst að fá því að mér finnst að hluta því en já, ég meina heilbrigðis þú veist, starfsmenn í heilbrigðiskerfinu og læknar og þurfa bara að vera einhvern veginn móttækilegri fyrir því að bara að skoða meira. En þetta greinist með sjúkrasögu, þetta er þú veist í samræðunni og sagan enginn, þetta er ekki hægt að bara taka blóðpröfu eða mæla á einhvern nátt. Nei, og það er, sko, mér skilst þessi viðtöl hjá þeim á klínikin eru alveg, jafnvel, hinn og hálf klukkustund, sko. Þannig eins og segir, þetta er sagan líka, þú veist, það er ekki allir sem vita hvað það byrjaði. Þú veist, þannig að, og þetta getur fólk líka að fengi einhvern vírus bara og veit ekki af því, þannig að Já, en svo ertu komið greininguna og ferð út í daginn með þessa greiningu en ert ekki með mikið kannski af beinlínis úrræðum að því nefnir vonleysið sko, það er ekki beinlínis svona nema þetta, þú verður bara að læra þessa virkni aðlögun og vera í sífelldri endurhæfingu einhvern hátt. Já, og svo kemur alltaf eitthvað nýtt upp líka sko, það er mjög margir að taka LTN og hvað er það með lyfi? Það er low dosage naloxone
lágskammta, ég veit, já, hvað heitir örugglega bara naloxón á íslensku. Og hvers konar lyf það? Sko, ég held þetta sé eitthvað tengt því sem að fólki gefið sem að hvað sem ég ætla að þýður ensku overdose ofskammtar, nei. Já, til þess að kippa þeim inn aftur. Þetta lágskammta lyf, sko. En svo, það hefur verið hjálpað mörgum, bæði með heilaþoku og orku eða annarkvort. En svo eins og þegar Óla var á fyrirlessunum daginn, þá sagði hann, já, og nú, sko, ég har eitt nýtt sem ég er búin að heyra sem virðist vera að virka og það er að taka B1. Þú veist, þannig þetta bara svo mikið tilraunastarfsemi og eitthvað sem hjálpar mér hjálpar ekki næsta, sko, þannig að... En ef að þú dóttir konu sem hefur verið greind með ME, hefur fengið nú allt í einu ME, eða barnið þitt, eða sem svo, bara þú, hvað hefur þú þá lært? Hvað myndir þú að gera svona til þess að eins og falla ekki ofan í svona þetta vonleysi sem að þið sjáu eða dálítið því miður einkennandi og þessi uppgjöf og örmögnun eins og lýst í með þessari mynd? Ég held að sé svolítið óumflýjanlegur fylgifiskur, sko, af þessum sjúkdómi, en fyrst og fremst mér er svo sorglegt að hugsa að hvað eru líklegast margir að núti sem að halda að þeir séu í kulnun eða eitthvað af þessu sem að svolítið algengt í dag og fáið sér ráð, þú veist, að fara í göngutúru eða að fara að gera eitthvað og á fullu og versna bara. Það er svo sorgleg tilhugsun. Þess vegna líka finnst mér svo mikilvægt að vera að koma þessu út, þannig að fólk kannski fatti frekar eða einhver geti bent á. Þannig að þau geti hætt fyrir að reyna þessar leiðir af því að þetta virkar ekki. En myndirðu kveikja á því, heldurðu, ef við fara að líða þessu? Ég myndi vona það. En það er alltaf erfitt að horfast augu við líka, sko, en já. Þannig ef þú einmitt ætlaðir að fara í líkamsrækt þá þyrftir að gera mjög lítið í einu, hægt og allt svoleiðis, þannig að það að taka svona íslenska dugnaðan á það og spretta á spori, það einmitt myndi bara gera ástandið verra. Já. Ég mæli ekki með að neitt sem heldur að hann sé með ME eða long COVID fari líkamsrækt. Nei. Bara algjörlega fá greiningu og fylgja svo því sem hann er álagt. Það hefur bara svo ótrúlega neikvæð áhrif á andlegu hliðina. Þú veist að þú ert að reyna að bæta eitthvað með því að fara að hreyfa þig og vona að þetta bara lægist en þú í rauninni bara versnar eða þér er bara refsað fyrir það af því að þú bara dettur í kast. Og það er alltaf bara hræðilegt fyrir andlegu hliðina líka. Já. Gerir bara allt vera. Og það er líka vonleysið bara einmitt að þú ert að gera þitt besta og það er ekki að virka. Þetta að gera eitthvað vittlust. En með því að fá góða greiningu þá er hægt að vera líka í einhverju samfélagi eða sem þetta fá góð ráð líklega frá öðrum. Já, við vorum nú með nýja undirsíðu sérst á nýju vefsíðinu sem heitir jafningjastuðningur. Þannig að við hefum eftir að kynna hana sérstaklega en hérna gerir það hér og nú allavega. Já. Og það sem er einmitt upptalinn svona langur listi af hópum og síðum á samfélagsmiðlum og þannig að og einmitt, ég meina það eru náttúrulega, ekki eins og Rauði krossin, þau eru núna að auglýsa eftir fólki sem að, ég man ekki hvað þetta heitir, en hérna er að fólk að þjálfa og það fer þá kannski heimsóknir til fólks eða hringir og svoleiðis, þannig að bara allt svona hjálpar. Og við bendum þá bara á þessa nýju fínu síðu ykkar sem er bara stöðugt verið að bæta mefélag.is og var verið að bara opna í dag því þið eigið afmæli í dag 12. maí. Já, ekki afmæli, en hérna... Nú, það er ekki afmæli í dag. Það var ekki stofnað, félagið var ekki stofnað 12. maí. Nei, þetta er alþjóðlegur ME-dag. Já, ég held að það væri saman, sko. Nei, ok. Það er ekki, nei. Ég sagði það svona til hamingju, en hérna... En til hamingju við vera komin hingað og kæra þakkir fyrir að koma hingað í tilefni á alþjóðlegum vitundavakningadegi ME, sjúkdóminn formaður ME félags Íslands, Helga Edvardsdóttir. Og dóttir hennar Stefania Veiga Sigurjónsdóttir Flugfreyja og aðstandandi. Kæra þakki fyrir að koma og segja mér og hlustendum og áhorfendum frá ME og þeir vona þeir sem eru
að hlusta og hafa ekki átt að segja á þessu svona furðulega og kannski oft skringilega dulda orsakasamhengi milli aðgerða og líðanar að þeir leiti sér upplýsingar og ná einhverjum bata. Ég þakka Laufey og Líndal fyrir að sitja með okkur og varpa samræðunni yfir til ykkar og bið ykkur að fara ekki langt, við höldum áfram hérna við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.